Vá, hvað tíminn líður hratt. 10 dagar til jóla. It's the final countdown. Heyrðu, við ætlum að skella okkur í dagatalið. Skrítið að sé ekki meira en 10 gluggar eftir á dagatalinu. En hérna, finnst þessum við höfum verið að byrja. Það alltaf þannig í desember það ekki, mann finnst einhvern veginn eins og það sé bara rétt að byrja. Heyrðu, við ætlum að kíkja á þetta. 14. desember. Sko, við fengum 600 í gær. Já, annarkvort erum við að fara í 1 eða við fyrir 12. Og auðvitað vona ég sé að fara í 12. Þú eru að hugsa 12 og það bara rugglast í alveg. Heyrðu, það er 14. í dag. 14. í dag, sjáum hvað gerist. Það er vonandi séu kúlur. Mér langar svo í kúlur. Ég ætla að hafa leini, sko. Leini. Það eru kúlur. Og það eru grófar, veistu, vitið þið? Það eru þannig grófar. Það getur þetta frá okkur. Það eru þannig grófar. Mér grunar ég að það aftur rétt fyrir mér. Sjá þetta. Ég held að þetta sé rétt hjá okkur. Ég á pakka einhvers staðar gamlan af svona 12 kúlum. Það er bara svona kassa. Tólf eða 9. Það er 9. Annarkvort, segir svolítið hár. Annarkvort er ég að komast í form. Þetta er 9. Vá, það komur svo svið upp í nef. Ég hóstaði að koma upp í nef. Man ekki mjög. Ekki á svið. Aldrei gert þetta á þér. Ekki svona ákaft. Já. Ég held að það hafi 9. Og þetta er að texta mig á íslensku líka. Ég muldra svo mikið. Átt að tala við fullan munn. Núna erum við að komast að því hvort að ég sé bara komin í betra telefón og þessi 12 eða hvort það sé bara 9. Þetta er 9. Windforce 9. Er maðurinn góður í að giska? Nei, að giska á 12. Ég get ekki svo að hugsa. Það er kostur við til í, maður hættir að geta að hugsa. En herri, í dag kom lágvaxinn jólasveinn. Ég veit ekki hvort hann náði upp í þetta stígvél. En það var einmitt hann stúfur. Hann er lágvaxinn. Það virðist þó bara einhver þyngd í þessu. Mér sýnist á öllu að hann hafi aftur fengið eitthvað lánað úr eldhúsinu. Gerir ráð fyrir þegar maður nota þetta. Býtum við. Það er aftur eitthvað krukka. Hvað er nú þetta? Sjæse. Sjá þetta. Það stendur. Nei, fókusum á þetta. Það stendur Kúrekanami. Kikk, krá og sör. Hvað er þetta? Nú ertu kópavóinum? Já, kópavóinum góða. Það er nú bara góðir hlutir sem kom á kópavóinum. Skal við segja ykkur. Heyrðu, þetta er svona jalapeno í sírópi. Áhugavert. Mér hefur aldrei dottið það konsept í hug, einhvern veginn. Sjóðheitt sælgæti stendur á þessu.
2. Svona. Mjög svona, alveg bara ábyrgandi hérna jalapeno-legt. Dísætt til að byrja með. Holy smokes, maður. Það er svona mesti hitinn sem nú farin úr því við þessa marineringu sem það er í, en vá hvað þetta er gott. Það nota þetta í það nota þetta í einhverja skemmtilega rétti hugsa ég. Ábyggilega gott í eitthvað svona kórist barbecue. Það er jalapeno, sykur, edik, hvítlauksduft, cayennepipar og síróp. Sírópið er gert úr sykri, edik, hvítlauksdufti og cayenne. Sinnepsfræ, turmerik. Þetta var ljómandi gott. Þegar ég bara komur upp góðu safni af alls konar svona skemmtilegu gúmmulaði frá þessum jólasunum. Kann þeim þakkir fyrir. Þetta var stúfur 14. des. Á morgun hittum við fyrir þvörusleiki held ég. Sjáumst þá.